En margt á döfinni eftir borgarlínu leiðinni og þar til dæmis tvær mikilvægar þveranir án hverrar borgarlínan yrði ekki að veruleika og ein þeirra þverun yfir Fossvoginn og við höfðum samkeppni nýlega og út úr þeirri samkeppni kom glæsileg niðurstaða, þannig að ég ætla að biðja Magnús Arason og Berglind Hallgrímsdóttur og Eflu að koma hér upp og kynna niðurstöðuna sem Alda brú við Fossvog. Gjörðu svo vel. Já, borgarstjóri og góðir áhorfendur, góðan daginn. Ég heiti Magnús Arason og er brúarverkfræðingur og verkefnisstjóri á Eflu og með mér hérna Berglind Hallgrímsdóttir samgönguverkfræðingur og við vorum beðin að koma hér og kynna vinningstillögu okkar í hönnunarsamkeppni fyrir nýja brú við Fossvog og það gerum við með glöðu geði. Það var haldin þetta hönnunarsamkeppni í fyrra sem Vegagerðin héldi utanum fyrir sína hönd og annarra verkkaupa sem eru Reykjavíkurborg, Kópavogsbær og svo Borgarlínan og Betri samgöngur. Og það sem var kannski svolítið óvenjulegt við þessa keppni var það að það var algjör nafnleynd í henni og það var trúnaðarmaður á vegum Ríkiskaupa sem annaðist samskipti við teymin sem tóku þátt og dómnefnd hafði ekki vitneskju hverjir stóðu að baki þeim tillögum sem hún yfirfór. Og þetta var svona líkt og Lækjartorgið 2 þrepa keppni. Það var 15 tillögur sem bárust á fyrra þrepi og 3 þeirra voru valdar áfram til að taka þátt í seinna þrepinu. Og dómnefnd komst að þeirri niðurstöðu að tillaga sem við stöndum að hefði fengið flest stig í matinu. Og ásamt okkur og Eflu standa samstarfsaðilar okkar að tillögunni. Það breskir brúararkitektar, Beam Architects, sem við höfum unnið með áður, til dæmis í Noregi, reyndir brúararkitektar sérhæfðir í brúm og lýsingarhönnun í tillögugerðinni var í höndum dótturfyrirtækis Eflu, Kevin Shaw Lighting Design í Edinborg. En við á Eflu önnuðumst þá verkfræði hluta hönnunarinnar og landslagsarkitektúr, umferðarmálin og svo vistfélagsgreiningar og kostnaðarmat. Aðeins svona okkar nálgun í hönnuninni, það var ákall eftir því í keppninni að það yrði stillt upp mannvirki sem geti staðið sem kennileiti í borgarumhverfinu og við höfðum þetta að leiðarljósi á ákveðinn hátt. Við viljum stilla hér upp mannvirki sem getur notið sín víða að, ekki síst af þessum Fossvogshring sem að brúin lokar sem 5 km hring Fossvoginn sem við viljum meina að bæti aðgengi og auki aðdráttarafl svæðisins og brúin getur notið sín víða að, ekki síst neðra byrði hennar þar sem verður gengt undir hana Kópavogsmegin. Við hönnum neðra byrði í raun og veru sem jafngilda framhlið og aðrar hliðar á brúnni. Við vinnum með bylgjuformið í hönnuninni, þaðan fær hún nafnið sitt, Alda. Það eru kantar brúarinnar, þeir hafa breytilega hæð og mynda svona ölduform og einnig eru þeir að sveigja til og frá í plani meðfram göngustígnum austast á brúnni, framhjá svokölluðum álfasteinum sem eru stálskúlptúrar sem við sjáum fyrir okkur og myndi áningarstaði þarna austan til. Og þeir verða lýstir upp á kvöldin til að auka áhrif og einnig verður sviplýsing á kantana á brúnni. Það sem mun einnig, samkvæmt okkar tillögu, kannski skilja þessa brú frá öðrum sem hér eru á landi, það að við leggjum upp með að hún verði byggð úr ryðfríu stáli sem við ætlum að setja svona sérstaka, ljósa og létta áferð og ásýnd á mannvirkið. Nokkur atriði úr verkfræði hluta hönnunarinnar. Það má nefna eins og ég nefndi að það eru stálbitar sem eru þarna aðalburðarvirkið og það eru kantbitarnir sem hafa breytilega hæð, bæði til að gefa ölduformið og einnig af þeim nokkur skjóláhrif fyrir bæði gangandi og hjólandi á brúnni. Jafnvel þó að þeir standa ekki endilega mjög hátt yfir, þá sýndi okkar vindgreining það að það eru jákvæð áhrif af þeim. Gólfið á brúnni steypt, að hluta til forsteypt og annar hluti sem við höfum séð fyrir okkur að verði forsmíðaður eru stórar einingar í gólfið sem verður þá hægt að reisa í tiltölulega fáum verkáföngum og það þarf ekkert að fylla í voginn til bráðabirgða á framkvæmdatímanum. Við lengjum brúarhöfin upp að efri mörkum á því sem stálbitabrýr þola.
Annað box sem við viljum meina að efnisvalið og ryðfríu stáli tikki í það að þetta nokkuð á að geta verið nokkuð veginn viðhaldslaust efni, þannig að það verður ekki takmörkun á sem sagt notagildi brúarinnar reglulega til viðhalds. Umhverfismál komu inn í okkar tillögugerð á mismunandi vegu. Brúin sjálf náttúrulega lykill að borgarlínunni, þannig að aukin sjálfbærni samgangna á höfuðborgarsvæðinu sem að borgarlínunni ætlað að ná fram mun ekki nást fram nema þessi brú komi. Hér að ræða hágæða hjólainnviði. Við viljum meina að samgönguhjólreiðamenn geti orðið einn mikilvægasti notendahópurinn á brúnni. Það einnig okkar mati jákvætt frá umhverfislegu sjónarmið að brúin eigi ekki að vera máluð, því að veðrun málningar náttúrulega best í vistkerfi Foxvogsins með tímanum. Það eru þessir fáu stöplar og lengdur brúarhöf sem gera það verkum að áhrif á vatnsskipti og straum í voginum eru lítil. Og síðustu rétt að nefna við sem hluta tillögugerðinni unnum vistfirðisgreiningu fyrir brúna. Við reiknuðum sem sagt kolefnisspor hennar á einingunni kíló að kolefnisígildum á fermetri nýtanlegs brúagólfs og fengum út sem sagt töluna 1200, og ef við berum það saman við svona það sem að birtast núna í litteratúrnum í útlöndum, að þá þetta ekki hátt. Til dæmis þarna mynd sem sýnir hvernig Bretar stilla þessu upp, og þeir eru með markmið það, eða drögað markmið það að árið 2030 þá verði ekki samþykkt að brýr losi meira en 1500 kíló við byggingu þeirra, og það sem sagt 2030, þannig að við liggjum þarna aðeins undir. Og þessu viljum við meina að sé hægt að ná fram með því að krefjast þess að í stálið í brúna verði notað miklum hluta endurunistál, og það eru svona kröfur sem að ég held að við munum sjá miklu meira af ef að markmið kolefnislosun frá innviðum eiga að verða veruleika. Og einnig má nefna að ryðfría stálið tikkar í annað box sem er hringrásarhagkerfishugsunin, því að það heldur notagildi sínu mjög vel alveg til loka líftíma og einnig endursöluvirði. Og nú ætla Berglind að segja ykkur í nokkrum atriðum frá umferðartengingunum. Takk, Magnús. Fyrst og fremst þetta gífurleg samgöngubót fyrir bæði gangandi og hjólandi vegfarendur, líka þá sem að nýta sér almenningssamgöngur. Þið voru afsaka röddina mér pínu löskuð í dag. En eins og legan og útfærslan á brúnni, hún líka pínlítið háð því hversu nálægt við erum flugvellinum, og eins og þið sjáum á myndinni þá erum við með smá takmarka rými, sérstaklega þá Skerjafjarðarmegin, og einnig þá getur hæð brúarinnar bara verið ákveðið mikil út af meðal annars aðflugi flugvéla þarna En eins og þið sjáið og hafið séð á frumdrögum borgarlínuna, þá mun hún liggja þarna yfir voginn, en við höfum líka gert ráð fyrir að það verði möguleiki á því að það geti komið strætó frá Skerjafirðinum og tengst inn í HR. En við höfum líka tekið frá svona ákveðið plássum á svo segja, og það sé það þessi möguleiki í framtíðinni ef leiðakerfið skyldi breytast eða annað, að strætó geti ekki frá Skerjafirðinum og í áttina að Kópavogi. Við veltum mjög lengi fyrir okkur hvernig við ættum að tengja saman stíga og hvernig við ættum að stilla þessu öllu saman upp, og við vorum á tímabili að hugsa hvort við ættum að taka aðalstíginn frá Skerjafirðinum eða Skerjafjarðarmegin og setja hann undir brúna, en svo sáum við fljótt að með tilliti til flóðs og fjöru og þá myndi það ekki vera mjög heppilegt, og þess vegna ákveðum við að skoða svolítið spálíkön sem að sýna okkur hvernig við megum gera ráð fyrir, eða þau gefa til kynna hvernig umferð hjólasamgangna geti litið út, og út frá því sáum við að það gæti orðið að helsti straumurinn verði frá norður til suður, sem sagt frá Skerjafirðinum og yfir í Kópavoginum og öfugt. Og þess vegna ákveðum við að stilla því þannig upp að samgönguhjólreiðastígur væri vestan í svæðinu, og samt líka bara gott að nefna að hér hefur ekkert verið skrifað í stein, og þetta gæti alveg eitthvað tekið breytingum þegar við förum að skoða hlutina betur. En þetta bara eins og okkar hugmynd. En við tókum líka ákveðna áhættu og ákvaðum að breikka brúna út frá því sem að gefa var upp í samkeppnisgögnunum. Og þá segi ég við tókum áhættu að því við skorum minna með því að gera það. En við ákvaðum að gera það því við vildum gefa fólki annars vegar tækifæri á að vera þessir samgönguhjólreiðamenn og geta hjóla lítið hraðar og vera þá vestamegin á brúnni og geta þá
tengst hann hratt á milli og gefa þeir þá betra flæði yfir brúna en einnig að fólk hefði möguleikan á að vera austanmegin og fyrir þá sem að vilja hjóla hægar og fyrir þá sem að eru til dæmis með börn eða annað að geta verið þarna og farið og hjóla og þess vegna breykum við aðeins brúna og settum sameiginlegan stíg austanmegin en einnig hugsaðum við okkur að austanmegin væri kannski skemmtilegra útsýni og meira skemmtilega áfangastæði eða áningastæði og við höfum sett töluvert af svona eins og Magnús sagði frá áðan, það eru nokkru áningastaðir á brúnni þar sem að fólk getur sest niður og horft yfir voginn. En fyrst og fremst eins og við segjum líka þá brúin hægt að vera brú fyrir alla og það var líka svolítið það sem við vorum að hugsa í sambandi við samgönguhjólreiðastíginn og blandaðastíginn og að þarna höfum við haft svolítið aðgengi fyrir alla fyrirrúmi og með tilliti til hæðarlegu þá verður brúin þannig og tengingar hennar gera það að verkum að brúin mun ekki halla mjög mikið þannig að þarna á að vera mjög tiltölulega auðvelt að ganga á milli þess að tveggja svæða tengja saman Kópavog og Reykjavíkurborg vel þarna. Við höfum líka gert ráð fyrir að það verði bekkir eins og ég sagði á brúnni og líka á áningastöðum sem að verða þarna í kring og að það verði mögulega og við gerum ráð fyrir að það verði pláss þá við hlið bekkina þar sem hægt verið að stilla hjólastól eða barnavagna og annað en við höfum reynt að hafa algilda hönnuna aðgengi fyrir alla leiðarúmi þegar við vorum að móta okkar hugmynd en það var ekki fleiri frá okkur í bíli. Takk fyrir.